Við hjá Brim erum í rauninni stoltust af heildarvegferðinni í úrgangs- og umhverfismálum. Við byrjuðum árið 2008 að flokka úrgang á Vopnafirði. Síðan hefur mjög margt gerst og Brim í dag að hugsa efnahaginn, umhverfið og samfélagið. Við erum búin að vera að sinna flokkunum mjög lengi og það er komið mikil reynsla á þetta og þetta er svolítið bara okkar kjarna í starfseminu og allir starfsmenn spila með. Við hjá Eldingu gerum mikið í því að flokka og höfum gert frá upphafi það sem að náttúran og fyrst og fremst okkar pródúkt. Það skiptir okkur máli að fólki skilji flokkunina í starfseminni hjá okkur, falla til dæmis mikið af farnaði og eitt af verkefnunum sem við höfum verið að gera að búa til eitthvað skemmtilegt sem við mögulega getum selt í menningarversluninni. Það meðal annars snyrtitaskan okkar sem við gerum í samstarfi við Fluff. Það sem við erum stoltust fyrir í raun og veru þátttaka fólksins okkar. Það hefur skipt Brim fjárhagslegu máli að standa vel að flokkun úrgangs og úrgangsforvörnum, en það hefur líka skipt máli þegar við höfum samið endurfjármögnun á okkar lánasamningum. Þar sem að Brim var árið 2023 fyrsta sjávarútvegsfyrirtækið í heiminum til þess að endurfjármagna með svokölluðum sjálfbærnihlekk sem meðal annars tekur mið af losun gróðurhúsalofttegunda vegna úrgangs. Frá upphafi fyrirtækið byggt á upcycling. Þannig að það sjálfsagður hlutur hjá okkur að flokka. Við spáum ekki eins í því. Þetta bara jafn sjálfsagt og við ætlumst til að fólk sé snyrtilegt. Ég hef nú verið spurður hvað séu margir í sjálfbærnideild Brims og eitt sinn fóru gestir hérna húsið og ég hvatti þau til að spyrja og þau komu hálf forviða tilbaka og sögðu mér að það hefðu allir sagst vera í sjálfbærnideildinni. Við erum með 15 úrgangsflokka og það er ekkert sjálfgefið að læra inn á þá alla en okkar fólk það leggur sig líma við það að sinna þessu hlutverki. Við erum komin í þetta marga flokka að það náttúrulega eykst að vissu leyti kostnaðurinn við að bæta við ílátunum og döllum og svoleiðis. En mér reiknast það til að muni 1200–1300.000 á ári fyrir okkur hér ef við værum í raun og veru að taka þann úrgang sem er flokkaður í dag og setja hann óflokkaðan í ruslið.